kvöldi. Þið sem eru frammi, vil ekki koma og vera með? Herðu, mikið gott að sjá ykkur. Þið eru hetjur, þið eru að vera hér með okkur í kvöld. Það er náttúrulega sumar og svolítið á fólki í sumarfrí og svoleiðis. En þannig að við ætlum að vera með svona akústíska lofgjörð fyrir okkur öll sumar í kvöld. Og það er eiginlega uppáhaldið mitt, er svona þegar við tökum lætin, ljósin, allt saman og bara svona svolítið gerum þetta bara einfalt. Þannig að í kvöld er svona svolítið intimate lofgjörð sem er ekkert síðri en trommur, bassi, læti og allt þetta. Þannig að í kvöld þá ætlum við bara að biðja ykkur að syngja svolítið með okkur og lofa Guð með. Eru þið til í það?
Góða kvöldið, kæru vinir, og verið hjartalega velkomin á samkomu hjá United. Gott að sjá okkur öll. Ég heiti Aron og ég alkoholisti og nýsköpun í kristni og ýmislegt fleira. Ég tek bara undir með Ingu. Gott að sjá okkur þótt að það sé bongo úti. Þá erum við mætt í hús Guðs til að lofa Guð. Ég komin til að biðja fyrir bænarefnum og við hjá United fáum alltaf nokkur bænarefni. Ef við ekki rís á fætur, kæru vinir. Það fjölskylda sem að glíma við mikla erfiðleika, mikil sorg og himneski Faðir, ég bið að koma inn í líf þeirra og gefa þeim þinn styrk, þína náð, Drottinn minn. Viltu hjálpa þeim í gegnum þessa miklu erfiðleika, Jesús? Þér ekkert megn. Sömuleiðis eru margir einstaklingar að glíma við mikla fíkn og ég bið himneski Faðir að hjálpa þeim, brjóta þessa hlekki, koma inn í líf þeirra og gefa þeim þinn styrk. Þér engin hlutur megn. Svo var ég beðinn að minna á samskotin. Það posi hérna aftast og síðan mun karfan ganga eftir andartak og ég hvet ykkur, kæru vinir, að lofa Guð, gefa honum dýrðina. Það stendur í orðinu að Guð býr í lofgjörðinni. Guð blessi ykkur, kæru vinir. Settust þið niður. Come on, standið með mér. Hey guys. Herðu, við ætlum að halda áfram að lofa Guð. Amen. Veröldin allt
Ég syng halleluja, kom þú drottinn minn, fagna vil halleluja, kom þú drottinn minn. Ég syng halleluja, kom þú drottinn minn.
have the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Tack Jesus. You have the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will say, how great is our God. Name above. You have the name above all names, and you are worthy of all praise. And my heart will say, how great is our God. You have the name above it all. You have the name above all names. You are worthy. You are worthy of all praise. And my heart will say, how great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Ég held að Guð vilji tala til okkar í kvöld. Ekki í gegnum einhvern aðila, ekki endilega alltaf í gegnum tónlistina eða predikuna, heldur hann vil tala við þig í kvöld. Hann vil segja þér eitthvað í kvöld. Og það er svo oft þannig í lífinu að sérstaklega ef maður er með smá athyglisbrest og smá svona út allt típa eins og ég, að þá er stundum svolítið erfitt að ná í skottið á okkur. En við erum komin hér í kvöld og það er bara svona róleg stemming. Og ég held að Guð vilji nýta tækifæri og tala til þín í kvöld. Þannig að maður langar að hvetja alla, bara hvort sem stendur, situr eða liggur, að bara, eins og þessu á enskunni, tune into heaven. Og bara spurðu bara Guð, hvað viltu segja um mig? Kannski er það bara fyrsta sem kemur í hausinn á þér. Er það einhver spurning sem þú ert búin að spyrja Guð? Sem bara, hvað er svarið við þessu? Hvar ertu? Kannski er það bara svo einfalt, en svo ótrúlega mikilvægt og stórt að hann segir bara, ég elska þig. Kannski er það sem þú þarft að heyra í kvöld. Ég elska þig, barnið mitt. Þannig að maður langar að biðja Emil og strákunum að spila smá og við bara stillum höfuð okkar inn á hann. Af því hann er hér til að tala við þig. Kannski er hann búinn að vera að eltast þig í nokkra daga og hann nær þér í kvöld. Eru þið til í þetta með mér? Amen. Takk
Jésús. Heilaði Faðir, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Drottinn minn og Guð, ég þakka þér fyrir nærveru þína sem að leysir og sem að læknar. Drottinn, ég þakka þér fyrir nafni sem æðri öllum öðrum nöfnum, nafnið Jésús. Og Faðir minn og Guð, ég kem á móti öllum truflunum hér í kvöld, öllum röddum sem að reyna að tala hærra en hvíslið þitt, Drottinn. Faðir, ég bið að hreinsa hug okkar frá öllu áriti og að það eina sem við heyrum akkurat á þessari stundu sé röddin þín, Drottinn. Ljúfa röddin sem að kemur og ber umbreytir líf okkar, sem fyllir hjarta okkar á kærleika, sem fyllir hjarta okkar á von. Drottinn, hvað viltu segja við okkur í kvöld? Takk, Jesús. high.
called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you wanna be where you are. I wanna be where you are. Takk Jesus. Takk Drottinn fyrir nærveru þína. Takk Drottinn að eyra þitt það er ekki svo þykkt að þú heyrir ekki. Og hendi þín er ekki svo stutt og hún nær ekki til okkar. Drottinn, þú heyrir bænir okkar. Drottinn, þú heyrir hrópin okkar. Þú heyrir og sérð grátur okkar. Takk Drottinn. Ég sé einhverjum inni, ég var svona að upplifa að það er einhverjum sem er búin að öskra á Guð og það er alltaf leið, don't get me wrong. Það er alltaf leið að öskra á Guð, en þú ert ekki að fá svarið þitt. Og ég sá bara svona mynd af einhverjum bara öskra, bara Guð, hvar ertu? Og skilur ekki til því af hverju hann er ekki að svara þér. Af hverju hann er ekki að grípa inn í með þessa löngu hendi. Af hverju kemur hann ekki bara og kippur öllu í lag. Það er ekki langt síðan, það er meira en ára allavega, 2 jafnvel. Það sem ég var á þessum stað, ég bara öskra á Guð. Hverjum einasta degi, bara Guð, hvar ertu? Bara alltaf að minna hann á að sko eyra þitt er ekki svo þykkt að þú heyrir ekki í mér, þannig að svaraði mér. En sko stundum þurfum að gangi í gegnum, það er óþolandi, en stundum þurfum við bara að gangi í gegnum tímabilið þar sem að hjarta okkar bara hrópar á Guð. Að allt umhverfið okkar er bara í einhverju rugli og eina sem við þurfum er bara að hrópa á Guð dag eftir dag, dag eftir dag. Og svo mætir hann. Ég hef upplifað í mínu eigin lífi og ég sé það í lífi svo margra. Þannig ekki gefast upp á því að kalla á Guð. Ekki gefast upp á því að biðja. Ekki bara, heyrðu, þú ert ekki að hlusta, ég er bara farin eitthvað annað. Af því að það kemur svo tímapunktur. Fyrir okkur er þetta náttúrulega ógeðslega langur tími, fyrir honum er þetta bara eitt augnablik. Þannig að ég veit ekki hvort þessi einhverjum einu sem tengir við þetta, bara búin að öskra á Guð, en hann heyrir í þér. Amen. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin er dimm, enginn hér. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin er dimm, enginn hér. Syngjum saman. Þig vil ég lafa,
sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan allt randi þjón. Veitir mér styrk þinn gegnum lífsins ólgusjó. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífðin Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífðin Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífðin Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífðin Guð. Takk. Takk. Halleluja. Emil, það eru 9 tímar í lífiðinu og Guð búinn að setja eitthvað í þig á síðustu dögum sem alveg nýtt, sem ekki haft áður. Og með því koma hugsjónir og hugmyndir. Do it. Guð verður með þér, hann mun sjá fyrir þér, hann verður í verki með þér. Þetta eru það sem andi hans að fæða í lífiðinu. Do it. Já, gott kvöld. Þetta, mér finnst æðislegt að hafa smá ljós. Það alltaf svo dimmt hérna, ég þoli það ekki. Ég hef mér rosalega góða fréttir. Þetta kirkja hins lifandi Guðs. Öflugasta, merkilegasta, mikilfenglegasta, fallegasta, sterkasta og merkilegasta, hvað maður að segja, hlutur þing sem finnst á jörðinni.
Og ég ætla bara að segja ykkur að strax, þetta er ekki AA-fundur. AA hefur mikið af facts, en þetta hérna er sannleikurinn. Og truth triumphs facts. Biðjum aðeins saman. Þið með alveg endilega biðja með mér þeir sem biðjið í tungum. Bara látið þetta koma upp úr andi ykkar. Shaharro pro korma frabathina morala kahaya. Podromu shibla brabara krobro bora barata kahaya. Jesús, við bara tilengum þér kvöldið í kvöld. Þessar næstu mínútur, þar sem að ég kenni orð þitt. Og eins og Inga var að segja að þú munt tala til fólks í kvöld. Ég þakka þér heilagur andi fyrir að þú munt þjóna til anda og sálar fólks í kvöld. Setja fangana frjálsa. Það er það sem þú er alltaf gert, Drottinn. Þú elskar fólk, elskar manneskjur, elskar hvern og einn, vilt hafa innilegt og djúpt samband og samfélag við alla. Þú hefur með blóðið þínu keypt okkur öll þér til handa. Enginn þarf að glatast. Allir geta tilheyrt ríki þínu. Og ég þakka þér, Drottinn, fyrir að þú kjöfum mig opinberun. Heilagur andi, þú leiður okkur í allan sannleikan í kvöld. Það er kannski ekki allan, en þú leiður okkur í þann sannleika sem verður kenndur í kvöld. Og ég bara blessa hvern og einn sem er hér inni í Jesú nafni. Ég skipa sérhverjum óhreinum og illum anda að víkja burtu hérðan. Sérhverjum lyga og villu anda að víkja burtu. Allt stolt skal beygja sig í Jesú nafni. Jesús, þetta er kirkja þín í kvöld og þú byggir kirkju þína. Ekki prógrömm eða eitthvað sem við höfum fyrir stafni. Við byggjum ekki kirkju þína, þú byggir kirkju þína. Með orðu þínu og með anda þínum. Og þú vilt að við fyllum okkur af orðu þínu og fyllumst af anda þínum. Heilagur andi, gerðu bara það sem þú vilt gera hér í kvöld, í Jesú nafni. Amen. Eins og ég sagði, ég ætla að kenna í kvöld, þetta verður ekki svona hefðbundin prédikun þannig, heldur við munum fara á onni Guðs orð. Og þess vegna vil ég veit að örugglega enginn er með biblíuna sína, en það er allir með biblíu í símanum, er það ekki? Eða flestir. Takið það upp, ég mun gefa ykkur tíma til að finna versin og svona. Og við ætlum að skoða í kvöld hvað það var, hvað gerðist á krossinum. Hvað var það sem gerðist á þessum krossi fyrir 2000 árum síðan? Var þetta bara einhver maður sem dó? Var þetta Guð sem dó? Var það spámaður sem dó? Hvað gagnast það okkur? Jú, einhvern veginn er okkur fyrirgefið út af þessu, en hvað meira? Hvað innifelur? Hvað er það sem að Guð vildi með krossinum? Og við ætlum að byrja að fara í Lúkas, 23. kafla. Og í vers 33. Já, Drottinn. Það besta sem þið gerir það er að taka með ykkur biblíu eða fylgjast með þegar verið er að kenna eða predika. Því að trú sem við eigum að lifa af, sko, við getum ekkert án trúar. Þú frelsast fyrir trú. Þú fyllist heilugum anda fyrir trú. Þú læknast fyrir trú. Þannig að ef þú ætlar að gera þetta án trúar, þá virkar ekkert. Guð sjálfur
starfar í trú, hann talar fram þá hluti sem ekki eru eins og þeir væru, eins og Abraham gerði þegar hann byrjaði að kalla sig Abraham. Ég faðir margra þjóða. Veist, hann 100 ára, nágrannandi bara núna hann loksins orðin kúkú, sko. En hann fékk son. Og það oft þannig sem við lítum út í augum heimsins. Þið eru kúkú. Þið eru ekkert eins og fólk flest. Nei, og þið eigi ekki að vera eins og fólk flest. Þið eigi að vera frelsuð. Og mér finnst gott að tilheyra Kristi. Mér finnst það æðislegt. Það svo létt og einfalt og kannski ljúft og létt. Þannig að ef það eitthvað þungt í lífiðinu, þá það vegna þess að þú ert ekki undir sama oki og Jesú. Komdu til hans. Þegar það verður að kenna svona og maður getur tekið Biblíuna og hort á, þá andar Guð sínu lífi inn í ykkur, inn í okkur. Þess vegna er svo mikilvægt að lesa. Orð mín eru andi og þau eru líf, og ef þér eru stöðugir í orði mínu, munu þér þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gera þau frjálsa. Ef þér eru í mér og orð mín eru í yður, þá biðjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Þetta var það sem Jesús sagði. Þetta var það sem hann trúði. Þetta var hans eigin upplifun af að biðja. Og þegar við erum að biðja og við fáum ekki það sem við erum að biðja þá það ekki Guð að kenna. Þá það eitthvað sem að klikka hjá okkur. Og þá þurfum að fara tilbaka og segja, Guð, hvað í gangi? Af hverju þetta ekki að virka? Og ef við erum einlæg og virkilega köfum eftir þessu, þá mun hann opinbera fyrir okkur, hann mun sýna okkur hvað sem að gerast. Og það það sem að gangan með Guði svolítið mikið, að við erum alltaf að fara tilbaka, af hverju þetta ekki að virka, af hverju ekki kringumstæður mínar eins og orð þitt segir. Þú getur ekki notað kringumstæður þínar til að dæma orð Guðs. Ef að kringumstæður þínar eru öðruvísi en orð Guðs segir að það eiga að vera, þá haltu það áfram að trúa orði Guðs, þangað til að kringumstæðurnar verða eins og orðið segir. Þú getur ekki dæmt orð Guðs sem að uppiheldur heiminum með upplifunum þínum. Það funkar ekki þannig. Lúkas 23:33, þar segir: og þeir komið til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar. Og í versi 44, fyrirgefið, þá segir: og nú var nær hádegi og myrkur varð allt land til nóns, því sólin misti birtu sinnar, en fortjald musterisins rifnaði sundur í miðju. Þá kallaði Jesús hárri röddu: Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn, og hann að þetta mælt, gaf hann upp andan. Við vitum, samkvæmt Markúsarguðspjalli, að Jesús segir þegar hann hangir á krossinum og þegar þetta byrjar að gerast, þegar þetta myrkur verður, þannig 3 klukkutíma, frá hádegi til klukkan 3, þá segir Jesús: Faðir minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og þetta eina skiptið í hans lífi sem að hann aðskilinn Guði. Og það alveg greinilegt á örvæntingunni og hrópinu úr hjartans að þetta að versta sem hann hefur nokkuð tíman upplifað. Ég veit það líka út af því sem við lesum í Lúkas að hann segir: Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn, og samkvæmt Jóhannesi þá segir hann: það fullkomnað. Þannig að Jesús, hann krossfestur, og einhver tíman eftir að hann krossfestur, einhverjum klukkutíma mínútum, ég veit það ekki, þá verður myrkur allt land í 3 klukkutíma. Ég trúi því persónulega, hvað ég að gera hérna? Það var eitthvað voða skrítið hljóð hérna. Ég trúi því persónulega að þegar akkurat á þessum tíma, þá Guð að gera hann að synd. Hann að setja synd okkar á Jesú. Alls mannkins frá upphafi til enda. Og ég alveg viss það að hluti af þessu myrkri var bara
hordes af illum öndum. Þeir komu sko til að fagna. Loksins, hafa búin að reka út illa anda af fólki og þeir komu sko til að sjá hann deyja. Og það án efa eina ástæðanum fyrir þessum þunga og drunga sem verður þarna yfir. En það sem Guð að gera á þessum tíma það að hann að leggja okkar synd. Jesús hafði aldrei syndgað. Við skulum taka það hér. Við skulum fara tilbaka. Jesús segir, það fullkomnað. Og svo deyr hann. Hann tekið niður, hann settur í gröf og 3 dögum seinna þá koma konurnar til grafarinnar og hann farinn. Og það eru englar þar sem segja hann upprisinn. En áður en hann deyr þá segir hann, það fullkomnað. Og við getum alveg spurt okkur, hvað það sem var fullkomnað? Hvað var fullkomnað? Hvað var það sem var made perfect? Og til að sjá það, þá skulum við fara í Jóhannes 1:29, þegar við þurfum að skilja svolítið hver Jesús var, hver og hvað hann var. I'm not going there. Jóhannes 1:29 og það Jóhannes skýrari sem það stendur Jóhannes skýrari. Daginn eftir sér hann Jesú koma til sín og segir, sjá Guðs lamb sem tekur burt synd heimsins. Hann kallar Jesú fyrir lamb Guðs og við ætlum ekki að lesa það allt, við höfum bara 15 mínútur. En í Gamla testamentinu, þegar Ísrael var að fara, þegar Guð var að taka Ísrael út úr Egyptalandi, þá var síðasta plágan dauði frumburðana. Og áður en það gerðist, þá varaði Guð Ísraels þjóðina við, og ekki bara Ísraels þjóðina, heldur líka útlendingar sem voru með þeim. Það voru margir útlendingar sem fóru, margir Egyptar og aðrir sem fóru með Ísrael yfir Rauðahafið og burt úr Egyptalandi, sem völdu að fylgja þeim, völdu að fylgja þeirra Guði, létu umskerast, karlmennir og urðu partur af gyðingaþjóðinu þannig að þeirri trú. Og þeir áttu að taka lamb, veturgamalt lamb, hrútlamb eða hafurkið, sem geitalamb, og það átti að vera gallalust. Það mátti engin líti vera á því neins staðar, það átti að vera fullkomið. Þeir áttu að slátra lambinu, þeir áttu að rjóða blóðinu á dyrastafi sína og þegar engill dauðans fór yfir kvöldið, þegar hann sá blóðið á dyrastafnum, þá gekk hann ekki þar inn. Þannig að þeir sem voru undir blóðinu, þeir voru óhultir. Það annað líka í það heitir friðþægingarhátíðin á íslensku, Jom Kippur, og þá var sagt æðsti presturinn, hann fórnaði og alls konar fórnum fyrir sjálfan sig og svo átti hann að taka geithafur, og hann átti að leggja hendur sína á geithafurinn og þannig yfirfæra synd alls Ísraels á geithafurinn og síðan var geithafurinn leiddur út í eyðimörkina og hún var sleppt þar. Og samkvæmt þessu, og því sem Guð segir sjálfur í Biblíunni, að þetta til þess að þér séu heilagir og syndlausir og lítalausir fyrir mér. Og þetta var svona ákveðin plástur sem var settur yfir og vegna þess að blóð hafra og nauta og lamba, það getur ekki borgað verðið fyrir manneskjuna. Þannig að Jesús, hann Guðs lamb, hann lambið sem á að fórna. Við vitum að þegar hann í
Getsemani, hann veit að hann stundir að koma, hann veit að hann er að fara í gegnum allar þessar þjáningar. Þá biður hann og hann segir, Faðir, ef það er mögulegt, sleppum þessu, don't do it. En það er það sem ég vil. Og bara, en ég veit að minn vilji núna og þinn vilji er ekki sá hinn sami, þannig að verður þinn vilji og ég beygi mig. Og það er hluti sem við þurfum að gera, daglega. Það er að koma fram fyrir Guð og biðja þangað til að holduð okkar þagnar. Og við getum gert vilja Guðs. Það er ekkert alltaf einfalt. Og það er ekki hægt ef við biðjum ekki. Það er útilokað mál. Við verðum að lifa í bæn, lifa í gegnum bæn. Trúri Guðs miður við kalla til samfélag við sonar síns Jesú Krist. Við slum fara í annað Kórinthubréf, 5. kafla og 19. vers. Vers 19 og vers 21. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Er hann tilreiknaði þeim ekki afbrotira og fól oss að boða orð sáttargjörðarinnar. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildum verða réttlæti Guðs í honum. Sjáu til, þegar Adam syndgar í garðinum, þá kemur syndin inn í heiminn og þannig er syndin runnin til allra manna og allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Jesús var ekki svona. Hann var algjörlega fullkominn, algjörlega hreinn. Og já, margir halda að Jesús hafi uppfyllt allt lögmálið. Hann gerði það ekki. Hann uppfyllti ekki allt lögmálið, einfaldlega vegna þess að hann lifði ekki eftir öllu lögmálinu. Hann var trésmiður, svo hann var ekki að passa sig á að sá korninu sínu ekki út í hornin, eða réttar sagt ekki skera upp kornið í hornunum, heldur skilja það eftir handa fátæklingunum. Hann þurfti ekki að fórna sem æðsti prestur, það var fullt í lögmálinu sem hann þurfti ekki að uppfylla, en hann uppfyllti allt sem varðaði hann. Og eins er það með okkur, Guð leggur ekki meira á okkur en það sem hann er opinbera fyrir okkur. Það var maður sem kom til Martin Luther og sagði við hann, hvernig getur þú trúað á þetta? Það er svo mikið þetta sem ég skil ekki. Og Martin Luther sagði, ég var bara fullt í fangi með það sem ég skil. Og það er svolítið þannig. Ekki vera truflikur á hlutum sem þið skiljið ekki. Haldið í það sem þið skiljið. Guð elskar ykkur. Síðan fyrir við Kólussubrífið, 1:21 og 22. Kólussubrífið er undan Þessalóníkubrífi, eftir Filippbrífi, einhvers staðar í Nýja testamentinu. 1:21 til 22. Og þetta er svipað úr Efesbréfinu. Og það segir, og yður sem áður fyrir voru fráhverfir Guði og óvinveittir honum í hugaðar og vondum verkum. Yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í jarðnesku líkama. Hann vildi láta yður koma fram fyrir sig heilaga og lítalausa og óaðfinnanlega. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna. Því að hann vildi láta þau koma fram fyrir sig heilaga lítalausa. Ef þið lesið, er ég að valda einhverju vandræði minna? Ok. Það verður alltaf svo skrítið hljóð Við getum aldrei unnið okkur inn eitt hjá Guði. Það eru bara 2 andlegar fjölskyldur á þessari jörð. Það er fjölskylda djöfulsins og það er fjölskylda Guðs. Og eina leiðin til að komast inn í fjölskyldu Guðs er að fæðast inn í hana. Fæðast af anda.
Það er ekkert að gera með hvað þú gerir eftir aftur á móti, að þú tekur á móti Kristi lífið, þá skiptir máli hvernig þú hegðar þér. Það er ekki til neitt sem heitir ábyrgðarlaust Kristi líf. Guð er ekki koddi sem við getum hallað okkur upp á og síðan lifa eins og við viljum. Synda upp á náðun og svona, það er ekki, ef þú lifir í synd, þá er heilagur andi ekki til staðar í lífiðinu. Og þá þarf það iðrast, koma tilbaka til heilags anda og leyfa honum að taka yfir, taka við, hjálpa þér. Það er viljið Guðs að við lifum þannig. Ég lifði í synd í 30 ár, þannig að ég tel mig vera nokkurs konar sérfræðing á þessu sviði, hvað það er að vera kristinn sem lifir í synd, og það er ógeðslegt. Ég er mjög þakklátur fyrir það líf sem hann gaf mér. Ég er mér ekki meðvitaður neitt illt. Það er engin synd til staðar í lífið mínu. Ég er algjörlega hreinn, heilagur, bara vegna þess að Guð gerði það. Ég hef ekki gert neitt, sko. Það er sama með okkur. Þetta er gjöf Guðs. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna. Og þetta er það sem að guðfræðingar kalla the great exchange. Hann tók okkar synd á sig og við fengum hans réttlæti. Og svo skulum við fara svolítið hratt yfir. Nú fyrir við Hebreabréfið 9. Ellefu til 12. Nei, fyrirgefðu, ég er að fara ofrætt. Við þurfum að fara í Jóhannes 20. Hafið þið bara puttan hana. Við förum rétt bráðum tilbaka. Við ætlum að sjá hvað það er sem gerist. Konurnar hafa farið til grafarnar, hún er tóm. María Magdalena stendur fyrir utan gröfina og kíkir inn og þar eru englar og hún snýr sér við og sér Jesús standa þar. Þið búin að finna það? Kafli 20, vers 14 til 17. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesús standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesús. Og margir spyrja sig, hvernig vissi hún ekki að það var Jesús? Jú, hann var í tætlum þegar hann var á krossinum. En þarna er hann algjörlega heill. Hann er með nýjan líkama. Hann er með dýrð sem hann hefur ekki haft áður. Og plús það að hún var nú ekkert að búast við honum, sko. Sjáðu til lærisveinarnir og allir fram að þessum tíma, þeir voru ófrelsaðir. Þess vegna áttu þeir svo erfitt með að skilja það sem Jesús var að segja. Hann tugði honum á hlutina aftur og aftur og aftur. Þegar þið lesið amen, amen, eða sannlega, sannlega segi ég yður, þá er það hluti sem Jesús er búin að tyggja onni þá. Segja margoft, sko. Þess vegna munaði þetta. Jesús segir við hana, kona, hví grætur þú? Að hverjum leita þú? Hún hélt að hann væri grasgarðavörður og hann sagði við hann, herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann svo ég geti sótt hann. Jesús segir við hana, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabúni. Rabúni því ég meistari. Og Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stiginn upp til föður míns, en farðu til bræðra minna, bla 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 bla. Og síðan í versi 19, þar segir kvöldið þennan fyrsta dagvikuna, þetta er sem sagt sama dag, hann segir við Maríu, ekki snerta mig, ég er ekki farin upp til föðurins. Og kvöldið þennan fyrsta dagvikuna voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum og óttaði gyðinga. Þá kom Jesú, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Og í versi 22 segir, og hann hafi sagt þetta, andan á það og sagði, meðtakið heila ananda. Þarna frelsast lærisveinarnir. Þarna verða þeir ný sköpun fyrir að anda Krist. Og seinna þurftu þeir að fyllast heilugum anda. Og það var ekki tillaga, það er eitthvað sem Jesús ætlast til af öllum. Að við fyllumst heilugum anda og lifum fyllt heilugum anda. Nú getum við farið í Hebreabréfið, því að nú ætlum við að sjá hvað Jesús gerði. Hvað var það sem Jesús gerði? Á krossinum þá setti Guð alla synd á hann. Hann gerði hann að synd. Þann sem þekkti ekki synd
Og orðið þekkti bæði í grísku og hebresku þýðir eitthvað sem að maður veit svona innilega, náið. Það er náin innileg þekking. En Kristur er kominn, fyrirgefið, Hebreabréfið 9:11. En Kristur er kominn sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndum gjörð, það er að segja, er ekki af þessari sköpun. Ekki fórum með blóð hafra og kálfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Hann fór inn í himinin með blóð sitt. Blóðið er lífið og Jesús hafði lifað algjörlega fullkomnu, heilögu, syndlausu lífi. Og hann úttelti því, hann hreinsaði himinin með blóðinu. Þegar Satan fjall, þá fjall himinin. Þegar Satan gerði uppreist gegn Guði, þá fjall himinin og það þurfti að hreinsa himinin. Það var það sem að, þið lesið í Job þegar að Satan kemur fram fyrir Guð og er að ásaka Job, að hann getur þetta ekki í dag. Hann kemst ljósa á ekkert samfélagi myrkur. Satan getur ekki ásakað ykkur frammi fyrir Guði. Hann getur bara logið að ykkur. Í Guðs augum eru þið hrein og heilög, lítalaus, fyrirgefin. Í versi 14, þar stendur, þar sem Kristur fyrir eilífan anda bar fram sjálfan sig sem lítalausa fórn fyrir Guði. Og versi 15 segir, hann dó og bætti að fullu fyrir aðbrotin undir fyrirsáttmálanum. Til þess að hinni kölluðu mætti öðlast henni eilífðarlið sem heiti var. Í versi 24 í sama kafla, það stendur, því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndungjörðan, eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin, til þess að nú birtast fyrir augliti Guðs vor vegna, og ekki gjörði hann til þess að frambera sjálfan sig margsinnis, en nú er hann birst í eitt skipti fyrir öll, í versi 26, við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Muniði hvað Jóhannes skýrari sagði? Lamb Guðs sem tekur burt synd heimsins. stendur þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til að bera syndir margra. Og svo ætlum við að lesa langa romsu í 10. kafla, vers 1 til vers 10. Lögmál gyðingarna, geymir aðeins skuggamynd hins góða sem í vændum, ekki skýra mynd þess. Það er að segja að það gefur okkur hugmynd og sýnir okkur hvernig hlutinni virka, en ekki alveg eins og þetta í hennum andlega heimi. Ár eftir ár eru bornar fram sömu fórnir sem geta aldrei gjört þá fullkomna til frambúðar sem ganga fram fyrir Guð. Annars hefur hægt að bera þær fram. Dýrkendurnir hefðu þá ekki framar verið sér meðvitandi synd ef þeir hefðu eitt skipti fyrir öll orðið hreinir. En með þessum fórnum er mynd á syndirnar ár hvert, því að blóð nauta og hafra getur með engu móti numið burt syndir. Því er það að Kristus segir þegar hann kemur í heiminn, fórn og gjafir hefur þú eigi viljað, en líkama hefur þú búið mér. Bla 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 bla. Ég er kominn til að gjöra þinn vilja Guð minn. Vers 8. Fyrst segir hann, fórnir og gjafir og brennifórnir og syndafórnir hefur þú eigi viljað og eigi geðast þér að þeim. En það eru einmitt þær sem fram eru bornar samkvæmt lögmálinu. Síðan segir hann, sjá ég er kominn til að gjöra vilja þinn. Hann tekur burt í fyrra til að staðfesta þig síðara. Og samkvæmt þessum vilja erum við helgaðir með því að líkama Jesú að fórnaði í eitt skipti fyrir öll. Og vers 12-14 segir, en Jesús bar fram eina fórn fyrir syndirnar og settist aldur við hægri hönd Guðs og býður þess síðan að óvinir hans verið gjörðir af fótskur hans. Því að með einni fórn hefur hann aldir fullkomna þá er helgaðir verða. Það er að segja okkur, þeir sem hafa tekið við hann. Blóð Jesú Krist hreinsar samvisku vora frá dauðum verkum. Og hann segir einmitt að allar þessar fórnir þar geta ekki tekið burtu synda meðvitundina.
En fyrirgefning Jesú Krists tekur hana burtu. Ef þú ert með synda meðvitund sem kristinn maður, sem kristinn manneskja, þá það yfirleitt vegna þess að þú lifir í synd. Þú ert ekki að lesa, þú ert ekki að biðja, þú ert ekki að umgangast Guð, þú ert ekki að fara í kirkju og þú ert með stanslaust svona nag innra með þér. Þú færð frið einhver tíman, en þegar þú kemur í kirkju þá líður ekki vel. Þú byrjar allar bænir á Guð minn fyrirgefðu mig syndir mínar. Ég að tala reynslu. Guð fyrirgefðu mig syndir mínar. Guð fyrirgefðu mig syndir mínar. Alla bænir, alla daga. En Guð hefur fyrirgefið okkur syndir okkar í Kristi Jesú. Og þegar við tökum við fyrirgefningu hans, þegar við leyfum honum að koma inn í líf okkar, þá fer þetta að burtu. Og það tala dýrðar frelsi Guðs barna. Það yndislegt að vera frjáls, að ekki hafa slæma samvisku. Oftast nægir að bara hætta að synga. Ef þú ert til dæmis að sofa hjá og ert ekki gift eða giftur, hættu því. Ef þú getur ekki, getur þú komið inn upp, ég skal reka út að þér, því að þá eitthvað vandamál í gangi. Og ég að tala reynslu þarna líka. En, giftist þið bara, eða hvort þið að sofa saman, giftist þið. Akkur ekki? Ég veit ekki almennilega hvort hann sé svo rétti, akkur þá að sofa hjá honum. Hvernig lendum við hér eiginlega? Já. Annar Kórintubréf segir að einhverjir í Kristi að ný sköpun. Því gamla verða engu, sjá allt orðið nýtt. Og Efesbréfið segir að við erum smíð Guðs í Kristi Jesú. Þér eru fyrirgefnar syndirnar. Í Guðs augum synd ekkert vandamál. Og ég get sagt ykkur það að Guð, hann elskar að fyrirgefa. Hann elskar að fyrirgefa. Fyrir honum ekki erfitt að fyrirgefa. Það gleði. Vegna þess að fyrirgefning endurreisn samfélags. Í hans hjarta þýðir það, nú hef ég aðgang að þessum aðeil aftur. Alveg eins og, ég meina, þið þekkið það bara sjálf. Við vinum, við kannski brjótum á þeim, segjum eitthvað leiðilegt. Förum og segjum fyrirgefðu og þá eigum við samfélag aftur, við sættumst. Það sama hér. Ekki gera hlutina of flókna, of andlega. Og ekki synda upp á náðina. Ekki segja, þetta allt í lagi, Guð elskar mig. Það ekki allt í lagi. Og bara aftur, makiðinn eða einhver sem þú náinn vinuðinn. Prófa að synda upp á náðina gagnvart þeim. Sjáðu hversu lengi sambandi heldur. Ef þú ert með konu eða mann, prófa að halda fram hjá þeim 2 á dag og segja bara, hún elskar mig, hann elskar mig, þetta allt í lagi. Haldið það virki? Nei, akkur ætti það virka gagnvart Guði. Jú, Guð svo stóra, já, hann rosalega stóra, hann rosalega mikill kærleikur. Hann dó fyrir þig. Og ætlar þú að lítilsverða það? Ef við að halda áfram í syndinni eftir að við erum frelsuð? Nei, ekki aldeilis. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en ég vil sérstaklega bjóða ykkur ef þið hafið aldrei tekið á móti Jesú Kristi í lífi ykkar, ef þið hafið aldrei þegið fyrirgefningu hans. Það miklu, ég er búin að fara 6 mínútur fram yfir og ég gæti talað inn í 3-4 klukkutíma og sýnt ykkur allt sem gerðist á krossinum og í hjálpræðisverkinu, hvar innifalið í þessu öllu saman, lækning og fleira sem Guð hefur gefið okkur. Við þurfum ekkert að vinna fyrir því. Við þurfum bara að trúa því. Bara að segja já og amen.
Ég get labbað hérna Aroni og gefa honum 1000 kall og bara þú mátt eiga hann og hann þarf ekki að spyrja hann, hvað er ég að gera? Hvernig á ég að eignast þennan 1000 kall? Hann bara biður hann og ég gefa honum hann, þetta er ekki flókið. Eina sem hann þarf að gera, það er bara að taka við honum og segja já og amen. Og það er sama með okkur. Guð elskar okkur. Og ef þú ert að berjast við einhverja synd í lífiðinu sem kristinn, ef þú ert að berjast við það að þú átt ekki frið við Guð, þeir sem eru fyrirbeðendur með að koma fram, ég veit ekki hverju það eru, ég sá Laufey labba út, hún leið á þessari löngu predikun, og eins ef þú átt ekki lífið í Kristi, komdu fram, taktu á móti honum, taktu við fyrirgefningu Guðs, taktu við krafti Guðs, lífi Guðs, hreinleika. Amen.